Í Vestmannaeyjum unnið að því að setja á stofn smiðju þar sem almenningur getur spreytt sig á hönnun og framleiðslu á öllu milli himins og jarðar. Magnús Geir Eyjólfsson veit meira málið. FabLab stytting á Fabrication Laboratory og í stuttu máli smiðja með tækjum og tólum til að búa til nánast hvað sem hugurinn girnist. FabLab hugafóstur Neil Gershenfeld, prófessors við MIT háskólans í Boston, og eru 35 slíkar stöðvar stafræktar víðsvegar heiminn. Nýsköpunarmiðstöð Íslands vinnur að því að setja upp slíka smiðju í Vestmannaeyjum og fer hún í gangi í júlí næstkomandi. Þá getur hver sem einstaklingar jafnt sem fyrirtæki, komið með hugmynda sínum eigin hlut og hannað hann og framleitt með aðstoð stafrænnar tækni. Það eina sem til þarf hugmynd og áhugi á að hrinda henni framkvæmt, en FabLab útvegar alla þekkingu og hráefni. Right now, if you want something, you buy it in a store. Other people design and make it. Personal fabrication means you, instead of buying things, you can make whatever you want. So it could be toys for play, it could be instruments for research, or it could be stuff for businesses. Gershenfeld segir mikla möguleika fólgna í smiðjum sem þessum, bæði fyrir einstaklinga sem og þjóðfélagi í heild. Þær spara menntakerfinu umtalsvert fé, skila sér í auknum áhuga á tækni og hugviti og ýta þar með undir frumkvöðlastarfsemi og skapa störf. Some ideas take a day, some take a year, but what you need is the motivation. And so all around the world we've been finding the most amazing people outside of conventional research institutes or industry creating wonderful things. Gershenfeld segir spenntur fyrir verkefninu í Vestmannaeyjum og vonast hann til að smiðjurnar verði enn fleiri hér á landi innan nokkur ára. Hann segir FabLab sömuleiðis geta nýst vel í þróunaraðstoð. Another interest is we've got demands all over the world from developing countries. And this is building technical capacity for Iceland to help not just provide aid as money, but tools for invention as aid.